Þú ert að hlusta á Tvo kalla. Sælutumul og takk fyrir að hlusta á Tvo kalla. Þorsteinn Vaf Einarsson situr innan við hliðina á mér. Ég heiti Haukur Bragason og við ætlum að fá að blaðra í svona klukkutíma eða svo. Ég hugsa oft að því að nú heitir þetta Tveir kallar. Jú. Við erum tveir kallar. Jú. Alltaf tveir kallar að spjalla. Jú. Þessi írónía, sko, hvenær er hún orðin bara lifandi veruleiki? Hvenær hefur við raungert hana? Já. Einmitt. Hefurðu aldrei velt því fyrir þér? Jú. Hvenær þetta er bara... En frá upphafi er þetta kannski einmitt það, sko. Þú veist. Við ætlum að vitum strax í upphafi að við erum bara tveir kallar, sko. Já. Nei, ég hugsa þetta stundum, sko, þá velti ég þessu fyrir mér. Þú veist, þú veist, eða slætar þetta því að við erum femínískir? Þú veist, fáum við þá bara svona slagan? Já, ég held það, sko. Já. Og líka, sko, að því að nú höfum við verið með 3 gesti? Já. Allir kallar. Já, viljandi, þú veist. Ég held að þetta snúist valdi bara að gefa ekki á sér höggstað, sko. Já. Já, það geti verið, sko. En mér, að því að rétt fyrir útsendingu þá ákváðum við að, eins og fólk veit, við erum kassalaga, flæðandi kassar. Já, tónlistin að byrja að rúlla þegar við vorum að tala um hvernig við ætlum að byrja þáttinn. Já, því ég er nefnilega vanur að þú gerir þetta, sko. Þú ert með svo lítið og þú ert með einhverja svona misskemmtilega sögu sem þú lendi í. Misskemmtilegar? Já, það eru stundilega. Svo leiðilegasta mjög skemmtileg og allar hinnar ennþá skemmtilegri. Já, nei, þú hefur tekið þessa byrði á þig. En sko, það sem ég fór að hugsa og ég hef verið að hugsa, það er, ég hefði nefnilega í vinni mínum sem býr í Hollandi og hann var að bara, ég var að skera grænmeti, ég var að búa til pizzu heima og ringir síminn og ég er svona, nei, eitthvað, ég vil ekki að segja nafnið hans en þú veist, fólk sem þekkir okkur getur fattað. Ekki Sóli Dómasdóttir? Nei, það er ekki Sóli. Ok, en hún býr í Hollandi, eða ekki? Jú, það er þetta rétt, ég var ekki búin að tengja. Okay. Þau búa ekki í Sveinborg. Hann var allavega, hann var með ákveðið agenda, hann þurfti smá svona endurgjöf. Já. Og taldi mikið að koma að góðu gagnið þar. Allavega og hann sést, ég sé hann að ringja og ég svona bara svaraði þetta og það er bara myndsýmdal. Gerir það nú ekki alltaf? Nei, og það er myndsýmdal sem ég átti nú ekki vona á. Og heldur ekki á því sem hann var að leita að ráða með, en allavega svo svona erum við búin að spjalla hann í smá stund og þá segir hann mér að sem að mig grunaði ekki hann er leynilegur hlustandi á Tvo kalla. Já, ok. Hann er alltaf að hlusta á Tvo kalla. Já, við vinsælir í Hollandi hef ég og er svona rosalega ánægður með þetta og við nú aðeins, ég kom aðeins inn á áður að mér þykir svo áhugavert og hann nefndi það sérstaklega að honum þykir þú hafa haft svo góð áhrif á mig í því sem ég er síðan að gera núna með kallmennskunni. Já. Þannig að þetta er svona tvöfalt trós á þig. Já, þetta er flotti strákur. Vinuðinn. Já, en mér þykir þetta bara svo áhugavert. Mér finnst áhugavert hvað fólki þykir, ég veit ekki, gaman, ánægilegt að hlusta á blaðrið okkur. Já. Og að það skynji að upplifi einhvers konar jákvæðari breytingu hjá mér og minni nálgun í kallmennskunni. Já. Að ég sé það ekki sjálfur. Ekki? Nei. En þú sér það? Já. Það er eitthvað. Já. Ég var hrósaður fyrir á daginn, sko. Já. Þetta er bara þroski. Já. Og þú svona þroska hvetjandi? Nei. Þetta er líka bara reynsla. Þú veist, óháð mér, sko. Þá ertu náttúrulega bara reyndar í þessu. Já,
Ég er bara svo hrættur núna, betur, hvað, af því ég veit ekki hvað þetta er, skilur. Ég held að það sé gott. Ef þú þarft ekki að pæli og veist ekki alveg hvað það er, en öllum finnst það betra, þá hlýtur það bara að vera gott. Já, en þá er ég svona, betur, ég þarf að passa mig. Þetta er svona eins og ég sé inn í svona búð með fullt af svona postulínsstellum. Ég er svona fíll í postulínsbúð. Og ég er svona, þú veist. Svona hreyfað hægt, snúað hægt. Já. Þá þori ég ekki að gera svona rugl sem að ég var vanur kannski að gera. Og það er kannski málið. Kannski er það málið. Við erum ekki að gera rugl. Gera eitthvað svona kvatísvilsu. Já. En ég bara hugheilar kveðjur til Hollands. Já, sammála. Og gera eitthvað? Það ekki bara. Eitthvað dagsins. Já, fyrir þessa örfáu sem eru kannski að hlusta á sinn fyrsta þátt Tveggja kalla, þá vil ég nú bara, og til þess að kannski rifja upp fyrir hérna, þá erum við sérst með svona liði í hvernig þætti. Við förum í eitthvað dagsins sem fjallar bara eitthvað, og við förum á Trúnó dagsins sem Trúnó, og svo tökum við í lokin fyrir hlustandadagsins sem innsent frá hlustendum, og þar leysum við þraut. Og það má kannski minnast á að pókinn góði, hann orðinn svolítið þunnur. Þannig að það væri flott ef að þið getur skellt ykkur á kapitalíska ógeðisbatteríið Instagram og senda okkur þraut eða spurningu eða hugleiðingu eða eitthvað svona sem við tökum fyrir á 5 mínútum. Og það má líka kannski bara vera, þú veist, bara eitthvað allt annað. Sko, ég væri hrifinn af, og ég ætlaði nú kannski að segja þetta undir liðnum hlustandi dagsins, en við skulum nú bara gera það hér úr, að því við erum svona flæðandi kassar. Flæðandi kassar. Að ég fekk hugmynd þegar ég hlustaði á Hotkellingar, hlaðvarpið Hotkellingar, sem mjög áhugavert, að þar var einhver sem sendiði línu, og þá hugsaði ég, ok, vá hvað væri skemmtilegt ef að við fengjum bara actually lesenda bréf, bara einhverja skoðun eða eitthvað sjónarhorn eða einhverja reynslu, og við myndum bara lesa það upp og bregðast við því. Já, lesa það upp og eigum að hafa það 5 mínútur raman okkar samt eða? Já, ég veit það ekki, bara sjáum bara til. Bara svona lesenda bréf. Þetta fljótandi. Þetta má, þið megi alveg gera það sem þið viljið. Þið megi senda okkur leikrit. En þá, leikrit sem við leikum þá, vandalega. Já, ok. Nei, þú veist hvað? Nei, bara, senda okkur bara hljóðbrot eða vídeofæl af leikrit. Það má líka. Kannski við vilja sumir tjá sig með dansi. Já, erfitt kannski að miðla því í hlaðvarpi. Ég veit ekki. En svona öllu ganni sleftu. Bara sendið okkur eitthvað skemmtilegt. Við eigum inn í svona, hvað alltaf sé, 2 mánuðir. Eitthvað slags. Ég veit ekki hvað með þessum boka. Þannig að það má fara bæti í hann. Já. Heyrðu, eitthvað dagsins í dag við erum aðeins að fara í tölfræði í dag. Ok. En samt var svona skemmtilega hátt fyrst mér. Og ég að fara að fjalla skýrslu sem er runni á niðurstaða svona könnunar sem var gerð fyrir fjölmiðlanefnd og netvís og fjallar lýðræði og skautun í samfélaginu. Þetta var í fréttum fyrir 2 vikum þegar þessi þáttur kemur út cirka, og bara svona til þess að hvað að segja, til þess að ramma þetta inn, til þess að freyma þetta, þá sem sagt þá það hvað heitir þetta aftur? Maskína sem gerir þetta fyrir fjölmiðlanefnd og netvís. Og hvað fjölmiðlanefnd? Fjölmiðlanefnd sem sagt, og ég kvóta, sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem heyrir undir menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið. Og hvað netvís? Netvís miðstöðum félagslegt netöryggi og miðlalæsi, hlutverka hvetja með markvissri fræðslu, vitundarátökum og ýmskonar þjónustu til betri umgengni við tækni og miðla. Og vill svo til að netvís heyrir undir fjölmiðlanefnd.
þannig að þetta svona, já, mjög tengt allt saman. Þannig að það svona ramminn og þetta sem sagt slembi úrtak og það svara rétt tæplega 1000 manns, 978 manns. Okay. Þannig að þetta ágætis úrtak hérna. Okay. Svona helstu niðurstöðunar í bara örstuttu máli áður en við förum í hitt og þetta að sko 43,8% hafa miklar áhyggjur af áróðusherferðum erlendra ríkja hér á landi. Okay. Og 76% segist hafa orðið vör við slíkt síðastliðina 12 mánuði. Okay. Og langflest sjá þetta á Facebook og rúmlega þriðjungur hefur miklar áhyggjur af því að þetta geti haft áhrif á kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi. Já. Og helmingurinn segist vera vel undirbúinn til þess að sjá í gegnum þetta. Okay. Þannig að, og svo var líka svona smá aldurs skipting sem var áhugaverð að þeir sem eldri eru þeir halda að þeir séu með þessi minni líkur á að þau sjá í gegnum þetta. Nú, já. Ok. Það er svona óöruggari. Já. Og þetta var, já, það margt þarna áhugavert, en það sem var líka í þessu er að það var verið að einmitt rannsaka þetta orð sem að ég veit að þér þykir svo væntum, orðið skautun. Já. En verður notað hér bara út af svollu, en það var sætt verið að spyrja um hópa, svona ákveðna hópa í samfélaginu. Okay. Og athuga sko, er einhverjir af þessum hópum sem að þér sem þeir mislíkar mjög. Okay. Það var orðalegið. Okay. Er einhver af þessum hópum hérna sem þeir mislíkar mjög. Og fólk svara þá bara já eða nei og þetta eru 49 hópar sem eru teknir fyrir. Og það er semst hægt að velja það og veistu að þurftu fólk að nefna þá? Nei, þeir eru lesnir upp og þú segir já ef þeir mislíkar mjög við hennan hóp. Wow. Eða bara nei ef mislíkar ekki mjög við hennan hóp. Ok. Og þú veist bara sem dæmi hópa, þannig að fólk átti sig á þessu, þá er hópurinn alþingismenn, gyðingar, trúleysingjar, transfólk, milljarðamæringar, andstæðingar þungunarofs, blaðafréttamenn, pólverjar, veganistar, vopnasafnarar, stuðningsfólk, hernaraðgerða Ísraels á Gaza og svo kvöldlega. Okay. Og svo bara mislíkar er mjög þessi hópur eða ekki. Og það er eiginlega það sem við langar að fara svolítið í svona, já, bróðurparturinn af því sem ég ætla að tala í sambandi við þetta er það. Ég er mjög spenntur. Já, ég nefnilega ekki séð þetta. Skemmtilegt. Ég hef ekki séð þetta. Þetta kom það fór ekki hátt. Þetta kom aðeins í fjölmiðla. Það fór ekki hátt. Nei. En já, þau settu upp sko alltaf hafi ekki verið Vísir frekar en RÚV, ég maður það ekki. Nei, það var RÚV sem sett upp fyrirsögnina stuðningsfólk miðflokksins óvinsællegan múslimar. Ok. Sem sagt sáhópur stuðningsfólk miðflokksins, þá eru fleiri sem sögðu já með mislíkar mjög þessi hópur heldur en múslimar. Sem var, og það var eitt svona teikið sem var hægt að gera úr þessu. En núna ætla ég að setja upp sko, ég ætla að segja frá þessu, en ég ætla líka að setja upp svona smá spurningar, svona hvað þú heldur. Og við byrjum bara á sem sagt samfélaginu í heild sinni. Á eftir þá ætlum við að skoða þetta eftir hægra fólki og vinstra fólki og eftir köllum og konum. Já, við sjáumst þá bara hérna eftir cirka 5 tíma. Já. Sko þetta er bara, já, samfélagið í heild sinni og það stendur í skýrslunni að sem sagt manni hvað heitir í tölfræðinni en lýsir sig þannig að úrtakið sem sagt
svona hlutfarslega endurspeglast á við þjóðina. Það er að segja að það er sérst, aldursdreifing, búsetudreifing, vinstri / hægri, you name it, er allt svona rosalega svipað og bara þjóðin í heilsinni. Þannig að það er reynt að passa að sé ekki eitthvað svona slagsíða í gangi. Tökum dæmi. Nú þú að raða eftir því sem þú heldur. Efst, neðst og svo kollakolli. Svona óvinsalustu hópanir til minnst óvinsalu hópana. Tökum dæmi. Talsmenn þessa kynin séu aðeins 2. Transfólk, feministar og andstæðingar bólusetninga. Hver af þessum hópum heldur að sé óvinsalustur? Ég held að andstæðingar bólusetninga séu óvinsalustir. Já, það er rétt. Ég held að feminista geti komið þar á eftir. Ok. Og svo þarna með talsmenn þessa kynin séu bara 2. Já. Og þá minnst óvinsæl er hvað, transfólk? Já. Það er eiginlega rétt þér, en það þarf að víxla feministunum og talsmenn þessa kynin séu aðeins 2. Nú, já, ok. Að því að sko talsmenn þessa kynin séu aðeins 2, sá hópur þykir mjög óvinsæll, eða fólki mislíkar mjög, í 40% tilfella. Já. Mér finnst það svona áhugavert. Já, það er líka ánægilegt af því að það undirstrykar það sem að svona maður bindir vonir sínar við að það sé bara ákveðin lítill hópur sem að sé svona sturlaður. Já, hávar og sturlaður. Já. Einmitt. Og þetta, þessi flokkur talsmenn þessa kynin séu aðeins 2 er nýr í könnunni. Þessi könnun var gerð 3 árum áður. Þannig að það er að sjá þá sveiflur eða breytingu, en þetta er nýtt inni, þannig að við vitum það ekki. En andstæðingar bólusetninga eru að verða ennþá óvinsælli. Já, ok. Með alveg upp 7%. Já. Við erum núna í 65. Nei, það er mjög áhugavert. Feministar, það er 12% fólks sem mislíkar mjög feministar. Bara 12%? Já. Wow. En það er búið að rísa 1. Skrítið. Og transfólk er líka búið að rísa 1. Já. Er núna í 7%. 7% fólks mislíka mjög transfólk. Ok, vákaða lítið samt. Mér nefnilega, sko, pointið, bara svo að segja strax, pointið mitt, sko, og svona tilfinningi mín eftir því sem er að skoða meira, er eiginlega bara, þetta er bara ekkert svo slæmt. Ég held bara að þetta væri miklu verra. Já. Og það held ég að sé einmitt bara ég að vera litaður af virkum í kommentakerfinu, þessum Facebook-riddurum og öllu þessu liði. Já. Og þessari og bara hvað þjóðernis sinnar fá mikið plattform. Já. Að þú veist, það sem ég tók út úr þessu öllu saman og ákvæmst eftir að koma meir í ljós eftir því sem höldum áfram er bara að staðan er bara miklu betri en ég einhvern veginn hélt. Já. Næsta dæmi, við ætlum að ræða það aftur. Stuðningsfólk Miðflokksins, þjóðernissinnar, innflytjendur og kjötætur. Kjötætur minnst óvinsælt. Rétt. Innflytjendur svo miðflokkur þjóðernissinnar óvinsælstir. Þetta var hárrétt þér. Já. Reyndar eru þeir mjög á svipuðu stað, þjóðernissinnar og stuðningsfólk Miðflokksins. Já, er það? Fyndin tilhulun. En en kjötæturnar, þær eru næst neðst á listanum. Það er að segja minnst óþólandi hópur. Enda flest sem borða kjöt. Já, viltu giska hvaða hópur það er sem er
eini hópurinn á listanum Já. sem ennþá betur settur en kjötætur konur eða kallar gagnkynhneigðir já, ok já, en það sem kemur hins vegar óvart sætið þar á eftir, 3. ok það eru Pólverjar já mér finnst það svolítið magnað af því að núna eru í svolítið hvað við segja við erum í rasískri sveiflu já, en Pólverjar já, sko þeir skora sko, þú veist að því að það er líka á þessum lista eru til dæmis innflytjendur já, þeir eru óvinsalir þeir eru rosa óvinsalir, en Pólverjar það er fínir já, þetta er svona þetta er sko típan sko sem að alveg brjálaður yfir ofbeldinu sem konan hans varð fyrir en horfir ekki á ofbeldi sem konan hans varð fyrir sem actually kynbundið ofbeldi sem kærisbundið fattur, þetta er svona hérna, fattur, ég elska konur veist, það sem kallar bara elska að segja þannig að við erum mamma mín er kona já, já, nei sko ég held að Pólverjar séu bara búin að vera svo lengi hérna já. Og hérna sko Pólverjar eru fyrstu innflytjendunir svona ef við alhafum þetta eins já, í kannski einhverju magni sem svona stór hópur já, sem að flytur hingað og velur það en Ungverjar eru náttúrulega fyrstu flóta fólk sem, já. En hérna já, þannig að já, það var klálega andstæða við Pólverja til að byrja með held ég mikil en ég held þetta sé svona núna eru þau svona nálægt okkur já og ég held að sé ýmislegt sem spilar inn í þetta bæði vennistu þeim og við lærum að þekkja hópinn og þá kunnum við betur við hann já, mögulega þekkjum við bara einn Pólverja já, og svo spila líka inn í að já, og það og við erum komið með, þú veist, annarar kynslóðar hérna, innflytjendur og svoleiðis og hérna það sem spila líka inn í þetta, þú veist, það sem maður heyrir alltaf sagt þetta er svo duglegt fólk þetta er bara, þetta kann að vinna þetta og hérna það spilar inn í sko að þú veist svona kallinn þessi svona típiski svona þú veist tekur í nefið hérna úr gráa hotninu og svona eitthvað helvíti þetta hérna litli kall þú veist hann fílar Pólverja sko það er spurning líka hvað miklu leiti það spilar inn í sko svona góðir fótboltagaurar og þjálfarar sko. Það spilar alltaf inn í sko bara eins og við tölum á sínu tíma hérna muslima í hérna nú man ég ekki, hvað er það, Sala Sala þú veist hvernig það breytir bara samfélagi hilli borg sko heyrðu, ef að færa okkur yfir í hægra fólkið þeir sem að segjast vera með hægri stjórnmálaskoðanir og við ætlum að kíkja á vinsæla og óvinsæla hópa þar ok við ætlum að skoða sko myndirðu halda að andstæðingar bólusetningar séu ennþá efst á lista hjá hægra fólki? Já nei ég held ekki hvaða hópur dettur í huga það getur verið svona óvinsælli? Já, mest svona hjá hægra fólki? Svona þeir sem flestum mislíkar mjög ég myndi skjóta bara út í blái ég náttúrulega veit ekki hvað atriði þetta eru þessi 50 atriði en með dettur eitthvað svona sem að er á skjön almennt við hægrið sem eru sko eitthvað svona vinstri eitthvað ég veit ekki alveg. Já, það er svolítið af því sko til dæmis stuðningsfólk sósíalistaflokksins þeir fara alveg upp í 4. sæti þannig sko mér finnst það svolítið þú veist að hafa áhyggjur af sósíalistaflokk ég veit ekki að sko það skorar hérna 40% og búið að hækka 12 hjá hægra fólki á 3 árum hjá hægra fólki það er áhugavert en reyndar, þetta var ekki sérstök spurning hjá mér en reyndar eru sérst andstæðingar bólusendinga eftir en svo fara að koma þetta svona sem þú ert að tala um sko og í öðru sæti eru sérst talsmenn þess að kynin séu fleiri en 2 talsmenn þess að kynin séu fleiri en 2? Já eru óvinsælir hjá hægra fólki? Já Já ég held að hægra fólk væri svo rosalega feminist Já, það er orðræðan sem að er svolítið sterk finnst mér
Og viltu fá prósentina, vinnur? Já 45%? Það rýmar bara ekki eins og við þessa einstaklingsfrelsisyggju hægrisins. Mér finnst þetta rosa skrítið. Já, hvað þetta er bara djöfusins þversögn sko. 45% þeir vilja bara ekki heyra það að það sé ykkur fólk sem er bara, nei, heyrðu kannski eru kyni fleiri en 2 bara þýð. Já, þeim bara óbóðið. Já, nú komið. Já, einmitt. Kjötæturnar eru neðst. Minnst. Já, neðst á listanum sko. Já, minnst óvinsæl hjá hægrafólki. Já, alveg eins og almennt, eða ekki? Já. Nei, hverju voru minnst? Nei, það voru gagnkynhneigðir. Já, gagnkynhneigðir, já. Gagnkynhneigðar kjötætur, það er fá að slæta. Það er sem sagt með bara spurningunni bara, þú veist er einhver hópur sem mislíkar mjög og svo er þetta þá sem sagt hópurinn kjötætur það svaraði engin. 0. Það er bara engin. Vá. Og veganistar eru þarna í hvað viltu giska af 49? Ég hugsa að það sé ansi ólega sko, eða ansi óvinsælt lið. Það er í 15. sæti. Nú, já. Ég ætla nú aðeins að fletta hérna upp í vinstri. Já, þeir eru vel fyrir neðan miðju hjá vinstra fólki. Líka? Fyrir neðan miðju. Já. Í svona 30. síska. Já, sem er mislíkar. Það sem ég segja efst er það sem hópurinn sem að flesti segja já, mér mislíkar mjög við hennan hóp. Já, ég fatt það. Ok. Hvort heldur þú að sé hjá hægra fólki, hvort heldur að sé ofar á listanum, fleira fólki sem mislíkar það, múslimar eða þjóðernissinnar? Múslimar. Miklu ofar. Já. Og sérstakt sko með þjóðarnesinnuna sem er hann að cirka verið miðju að þeir eru í 13,7%. Ok. Það er búið að lækka um 15% sem er það mesta sem er bara í þessum gögnum. Já. Pældi því. Bara wow. Allir eru, margir eru bara eitthvað svona þjóðarnesinnar. Nei, kannski miskili fólk kannski bara, já, þú veist það er búið að breyta búið að breyta hvar hugtakið liggur sko. Já, hver er merking þess? Já. Þetta er svona pínu eins og hommar tóku yfir orðið sko, hommar. Já. Nú eru bara þjóðirsinnar búin að óna það. Já. Ónaðu þennan stimpil rasista king eins og eitt sagði sko. Alveg eins og já, við getum sagt kollegi okkar sem að samt er á þingi, ekki ungur samt, eldri Sigmundur Davíð. Já, hann byrjar á S. Já. Hann endur á Ygmundur Davíð. Þvertók fyrir hann tengslin við hópana manstu. Já. Svo allt í hennu bara, ég meina sjálfsögðu erum við. Já, þetta er bara alþjóðlegt samstarf. Já, sjálfsögðu. Já. Bara auðvita. Þú veist, þegar þú getur ekki lengur flúið þetta. Já, það reynir á þá bara reynir að segja þetta eðlilegt. Auðvitað er í nasisti. Já. Ég meina hvað annað, auðvitað er í nasisti. Hver er ekki nasisti í dag? Svona, voru þeir eitthvað það slæmi, þú veist, þetta verður svo erfitt þegar þetta er orðið svona rosalega grímulaust að þú er bara farin að óna það og merkingin bara flest út. Já, einmitt. Það er ekki gott. Herru, hver er heldur þessi óvinsælli hjá hægra fólkinu? Kristnir eða pólverjar? Pólverjar? Nei, kristnir. Kristnir? Já. Hjá hægra fólki? Þetta munar þetta á 0,2%. Já, það er svo trálið. En mjög að fyndið. Þetta er ekki marktakt einu sinni. Það er bara 1% hægra fólk sem er bara pólverjar, já, með mislíkar á mjög. Mér finnst það velgert hjá hægra fólkinu. Ég segi bara velgert. Okay. Hins vegar eru múslimannir í 40% helvíts múslimannir og búið að aukast 18% sem er mesta hækkunin í gögnunum. Þannig að þjóðnisinnar búnir að lækka mest og múslimar búnir að aukast mest í óvinseldum. Þannig að það er ekki allt frábært í þessu gögnum. Tja, en hérna erum við náttúrulega sko að hægra fólk. Ég hef ekki miklu að trúa að hægra fólki verða viðkynna það. Nei, það er erfitt hjá hægra fólki þessa dagana.
allt rosa slengt En já, það og veganist er hann miklu óvinselli en hjá vinstra fólkinu. En sko, nú þekki ég alveg hægra fólk sem er bara næ, sko en hérna myndirðu segja að margir af þínum bestu vinum sé hægra fólk? Nei, svo sem ekki, sko en já, ég veit það ekki, það gæti það kemur ekkert eitthvað brjálað óvart að einhverju væri svona, það er allan fólk sem er ansið nálægt mér, sem er ansið tengt inn í Sjálfstæðisflokkin það er óþægilegt, sko en það sem ég ætla að segja það er dálítið áhugavert og það hlýtur að vera eitthvað sem að hægri vill hugsa hvers vegna það laðar til sín og svona hugmyndir þeirra sem sagt eiga samhljóm með ofbeldismönnum þú veist, hvers vegna bæði ofbeldismenn og meintir ofbeldismenn og svona einhverjir svona glæpamenn bara hvers vegna þeir aðhyllast hægrið það hlýtur að vera eitthvað sem hægri vill velta fyrir sér beða bara alls ekki þú veist, ef þú ætlar að gefa út fyrir réttlæti og jafnrétti er það ekki eitthvað sem þarf þá að skoða hvað er það við hugmyndafræðina sem að laðar þennan hóp að þér? Já, það er þetta sko veist, ég vil bara fá að gera það sem mig langar að gera sko. Já, en þú virðist það er líka svolítið svona já, er það af því að þú ert klikkaður? Já. Nei, bara svona dúttar sem að eru hérna opinberaði fyrir að vera pervertar og ógeð allt í einu þeir bara eitthvað komnir á svona anti-bólusetningavagnin og svona dæmi gert eitthvað. Þú ert að tala um svona þú ert að tala um þessa skörun á hvað við segja vafasumum skoðunum hvernig það safnast saman ég veit það ekki svo sem ég bara meina, jú, skörun á því bara af hverju finnast ofbeldismenn sig velkomna inn í hægrið ok ég er svona pæli siðferðisvitund sko prinsipum þetta er eiginlega efni í eitthvað sko kannski en þú ert þarna en þessari skörun sem það er áhugavert sko af því að ef við förum aftur bara í allan hópinn sko bara samfélagið í heilsinni þá, og skoðum bara efstu sem sagt óvinsalustu hópana það er svolítið mikil skörun held ég hjá fólki sem hefur þær skoðanir allar eða flestar þá erum við að tala um andstæðingar bólusetninga við erum að tala um stuðningsfólk í Ísrael við erum að tala um andstæðingar þungunarofs við erum að tala um þá sem afneita loftslagsbreytingum ég er bara að lesa þetta eftir lista eftir röðinni sko talsmenn þess að kynin sé aðeins 2 þjóðurnis sinn hann er dottu út úr sko þjóðurnis sinnar stuðningsfólk miðflokksins vopnasafnarar er þetta svona flest er þetta ekki bara svolítið sama fólkið hægrið þú veist fólk sem að er þú veist á móti þú veist þungunarofi að fólk megi fara í þungunarof að þú veist andstæðingar bólusendinga þess að á móti bólusendingum afneita loftslagsbreytingum segja kynin séu bara 2 eru þjóðnir sinnar styðja miðflokkin fylgja Ísrael þú veist ég get alveg nefnt alveg nokkra sem myndi bara skrifa undir allt þetta sko hægra megin þá sjálfsögðu og bara mennasfyr megin og bara klikkaður frændiðin megin skilur við þú veist 6-7 óvinsalustu hóparnir að mati þjóðarinnar er bara svolítið sama fólkið það er það sem ég var að reyna að koma út um mér ég skil þig ég bara einmitt og það eru góða fréttir og ánægilegt að heyra þetta en förum yfir í vinstra fólkið þar er áhugavert að mínum að sko ef ég sýnir bara hægra sko það er svona 50% sem segja já með mislíkar mjög við hópin sem er í rauninni óvinsalustur þannig að þetta er dól eitthvað svona 50, 45, 40, 40, 40, 40 eitthvað svo færum við okkur yfir á vinstra 85, 80, 78, 75, 70 það er miklu meira af svona já með mislíkar þessi hópur mjög og þá fyrir að velta fyrir mér sko hvað er er það út af því að þú veist þetta eru current hópar eins og bara
stríðsátök á Gaza og eða bara þjóðamorð og allt þetta og eða er þetta út af því að er einhver skekkja í þessu skiluru, er eitthvað svona er ekki verið að taka inn í þetta hópana sem hægrið virkilega fyrirlítur svona fórveltaði fyrir mér hvort það sé eitthvað svona mætti raða hópunum betur upp. En hvaða hópur finnst þér til dæmis að hægri gæti hata meira heldur en þeim boðið upp á að hata? Er það eitthvað? Já, er það ekki þú veist, það vantar ekki eitthvað svona þetta Karl feministar? Tveir kallar podcastið vantar það og eitthvað svona feministar með blátt hár og þú veist, eitthvað svona meiri stereotypur sko veit það ekki, það var svona þess að velta fyrir mér en efst á lista hjá vinstrinu sem að þeim mislíkar mest er stuðningsfólk hernaraðgerða Ísraels á Gaza. Já. Þar eru 85,5% sem segja að þeir mislíki mjög þessu hópur og þar á eftir eru það þeir sem að afneita loftslagsbreytingum þannig að já, ég meina þetta tvennt er það sem að ég sennilega mest að í heiminum í dag það eru stríðsátök og loftslagsbreytingar. Já, stríðsátök er samt svo ég er að meina algilt þú veist, þetta er náttúrulega ekki það er ekki bara ástand á Gaza sko. Nei, ég er að meina, þú veist, við erum bara að tala þó svo ég vilji helst ekki kalla það stríðsátök. Nei, af því að þetta er algjörlega einhliða. Já, þetta er einhver bara sem ákveður, hörðu, ég á þetta og ég ætla bara að gera allt eitthvað, þú veist, já, þannig að átök er svo, þú veist, ef að ég og þú færum í slag, þú veist, það væri átök. Já. Þið vorum brjálæðir. Já. En þetta er bara, já, allavega. Þetta er eins og ég og þú færum í slag nema að ég er í handjárnum og bundin við stól. Já, eða að þú sætir bara þarna og ég myndi bara berja þig núna. Það er það sem er að gerast. Já. Þú veist, það er engin, já, allavega. En þú veist, þú ert náttúrulega óþolandi, skilur þannig að þú átt alveg rétt á að ég lemmi þig. Já. Það er alveg hægt að fara rögg fyrir því. Ég var búin að bjóða upp á það. Já, svona eiginlega. Já. Þjóðinni sinnar, topp 5 eða ekki? Það sést, já. Óvinsælist 5. Já. Það er rétt slefin í 5. sæti. Hvað, 60%? 70? Þjóðinni sinnar? Já, 68. Já, mitt. Andstæðingar bólusetninga það er að aukast fólki sem mislíkar sá hópur þannig að er sá hópur að stækka eru minna og minna er að vera meira óbólusett börn sem að fólki finnst ógna þá sínum börnum á leikskóla en nú er þetta ekkert mikið umræðin þannig að mér finnst áhvert að segja nei, ég samanlega því hækka, kannski kemst þetta bara ekki að í umræðinni út af öllu hinu stuðningsflokk miðflokksins hvaða prósentum myndir gíska á þar cirka, sem mislíka mjög 60 já, 62,6 eitt af því að nú ert húsun ykkur svona veganisti og eitthvað veiðimenn já eru svona rétt fyrir ofan miðju hjá vinstrinu 50, það eru 40 7,1% sem mislíkar mjög veiðimenn já, ok hvar heldur það sé hjá hægrimennum? Já, bara ekki þeim, já, mislíkar ekki mjög mislíkar lítið við veiðimenn það er bara 2,6 ég veit mér finnst það áhugavert já, munar samt litlu já dýravendunar sinnar hjá hægrinu er það mjög óvinsæll hópur hann er fyrir ofan miðju 12% cirka hjá vinstrinu 0,4 en vegan hjá vinstrinu þeir eru í 3,2% já þannig að dýravendunar sinnar eru vinsælli heldur en veganar hjá vinstrinu já, miklu já.
sem er mjög áhugavert þversögn. En það sem er svona eiginlega mest svona skerandi munurinn er sko, það er 3,2% sem var vinstra fólki sem mislíkar mjög veganistar 3,2%. Það er ekki mikið. Færum okkur yfir til hægra fólks 22,8%. Já. Hvað er að frétta? Já, ég meina, ef þú ert vegan, ertu þá ekki frekar vinstra megin líka? Hvernig getur einn af hverjum 4 hægri mönnum verið bara eitthvað, þessir veganistar, þeir eru að fara með mig? Þetta er svo geggi pæling. Bara ég þoli þetta ekki. Hvaða áhrif hefur þetta á þig, þú veist? Þetta er eitthvað triggerandi, sko. Þetta er skemmtilegt. Innflytjendur hjá vinstra fólki eru á sama stað á veganistar. Í kringum 3% sem að mislíkar mjög innflytjendur. Ok, þú veist, það er alveg svona skiljanlegt kannski, en innflytjendur hjá hægra fólkinu eru í 23%. Einmitt. Er það ekki svolítið forvitnilegt? Nei, mér finnst það bara dæmigert, sko. Ok. Transfólk hjá vinstra fólki? Já, bara 0. Nánast, 0,4. Einu sem að eru betur þolaðir en transfólk af vinstrinu eru bótaþegar gagnkynhneigðir og pólverjar. Já, ok. En já, transfólk 0,4% af vinstrinu. Hvar er transfólk hjá hægra fólkinu, heldur við? Ég ætla að skjóta á svona 10%. 17. Já, ok. Hægra fólk fílar ekki transfólk. Nei, ekki frelsi fólks til þess að vera það sjálft. Nei. Þetta er bara frelsi fólks til þess að vera eins og þeim finnst að fólk eigi að vera. 17% og það er búið að aukast 6% á 3 árum. Já, ég meina þannig að sjáum bara hvernig ákveðin hugmyndafræði er að færast mjög skýrt í ákveðin pólitíska átt. Og við sjáum líka hvernig stjórnmálaöflum og það sem er á bakvið þau hefur tekist að gera eitthvað eins og transmálefni að hægri vinstri pólitík. Akkurat. Það er, ef þú bara pælir aðeins í þig og bakka bara aðeins frá þessu það er galið. Já, og líka bara hvað ég ætla að segja hægrinu hefur tekist að gera kynjaumræðu að einhverju sem að sé svona pólitískt mál sem að sé svona stórt og skiptir svona miklu máli fyrir þau, skilju, bara í alvörinni hvaða fucking máli skiptir það, þú veist, alveg eins og með kynhneigð, við erum reyndar, það eru ekki mikil andstæða við samkynhneigða. Nei. En transfólk og og annan hinseginleika, þú veist, það er einhvern veginn, ég næ ekki alveg utan þetta og mér finnst þetta svo populist, sko, innihaldslaust. Samkynhneigð 2% á hægrinu og 1% á vinstrinu. Já, og mér finnst líka, sko, þú veist, og hvernig getur það mega sens? Það er bara búið að takast að einhvern veginn svona slá þyrla riki í augun á fólki, sko, að þú veist, þetta transdæmi, þetta er ekki pólitík, þetta er ekki umræða, þetta skiptir ekki máli. Þetta, þú veist, öllum ættu að vera drullu sama eða stiðið það og bara, þú veist, til hvers ertu andstæðingur transfólks? Til hvers ertu andstæðingur veganista? Hvaða áhrif hefur það á þig? Hvaða sturlun er þetta? Hvaða máli skiptir það þig þó að sé eitthvað með blátt hár eða vegan eða trans? Á móti, þú veist, því sem við erum að skoða hérna, það skiptir máli að fólk sé ekki með bólusett börn. Það skiptir máli að fólk afneiti loftslagsbreytingum. Það skiptir máli að fólk sé á móti þungunarrofi. Það skiptir máli að fólk styðji ekki þjóðamorð. Við erum ekki að tala eitthvað sem að skiptir þig engu máli og þó svo þú þurfur að þola það að mögulega hafi verið í sundklefa með einhverju transmannesku sem þú vissir ekki fyrir en eftir á.
þá er það ekki kannski í stóra samhenginu eitthvað sem ætti að hafa afgerandi áhrif á líf þitt, umhverfi og framtíð barnanna þín. Nei, og nei og öryggi fólks almennt er ekki ógnað af viðveru transfólks í sundklubum sko. Transfólk frekar forðast þannig staði þannig að þetta er bara viðbjóður sko. Hvernig umræðan er sett á haus. Herðu, við ætlum að fara núna í hópin sem að skiptir öllu máli. Ok. Kallar. Já, takk. Og bera svolítið saman eftir það er enda bara 2 kyn til í þessari ágætu rannsókn. Já. En það verður að hafa það. Já. Bera saman þessi 2 kyn. Ok. Og þá er kannski ágætt að byrja á talsmenn þess að kynin séu fleiri en 2. Já. Hvað heldur það sé munur eftir kynjum á þessari skoðun? Já, mjög mikill munur. Og hvernig á hvaða hátt myndir þú halda að vera? Köllum mislíkar konum mislíkar sagður andstæðingar. Talsmenn þess að kynin séu fleiri en 2. Já, ok. Konur stiða þann hóp meira, sem er minna á mótunum. 13%. Sem að mislíkar hann mjög. Ok. Þá ætlum ég að segja hjá köllum séða svona cirka 30%. Sem mislíkar hann mjög. Það er hárrétt þér. Það er 31,5. Akkurat. Áhugavert munur eftir kynjum hana. Dæmigerður. En ef við skoðum hinn hópin, það er að segja talsmenn þess að kynin séu aðeins 2. Já, þeim sem mislíkar hann mjög út frá þessari tvíhyggju. Já. Konum mislíkar þann hóp frekar mikið. Ég myndi segja að það væri ég myndi halda að það væri alveg bara 60 og eitthvað% hjá konum. 51, já. Ok. Og þá hjá köllum væri það sennilega svona kannski, ég hugsa gæti alveg verið 25. 30. Já, það er 30. Þú vil ertu samt nálagt þessu. Já. Þetta er vel gert þér. Maður hefur smá tilfinningu. Já. Þannig að þínir fordómar eru kannski pínur augrættir. Fordómar, sko. Þínar forhugmyndir, skulum við segja. Já, eða mín innsýn í kynjamálin. En kallmennsku kvenleika. Talandi kynjamálin. Jú. Myndirðu halda það sé eitthvað munur milli kalla og kvenna hvað þeim finnst andstæðinga þungunarofs? Já, ég myndi halda að vera mikil munur. Ok. Ég hugsa að kallar séu minna andsnúnir, veitu hvernig er spurningin? Sess að hópurinn er andstæðingar þungunarofs. Já. Mislíkar þér eða ekki? Mislíkar þér á mjög. Andstæðingar þungunarofs. Já, þarna segja kallar, já, mér mislíkar mjög andstæðingar þungunarofs. Já. Í svona þetta er næstum annar hvor kall sem segir já. 10%? Næstu því. Wow. 45,6. Ok. Konur 67,7. Það er eiginlega minni munur en ég held. Já. En andstæðingar þungunarofs fara hins vegar alveg upp í annað sætið hjá konum á eftir andstæðingum bólusendinga. Nú? Já. Sem er 71,7. Veitu þannig að þeim konum almennt mislíkar mest andstæðingar bólusendinga og svo andstæðingar þungunarofs. En samt er þetta bara í kringu 70%? Já. Ok. Og það er ekki mjög ágerandi. Og svo á eftir því kemur stuðningsfólk hernaraðgerða Ísraels á Gaza. En andstæðingar bólusendinga er efst hjá köllum, semst 60%. Ok. Sem er minna en konundar eru þó allavega í 71,7 og 67 og 67 og svo framvegis, en kallandir eru í 59, 56, 45. En þetta gæti bent til þess hversu tvistraðir kallarnir eru. Já. Gæti það ekki verið? Gæti verið, sko. Að því að meðaltalið er hjá köllum, skilur, sem er þá vinstri hægri ás, skilur. Þannig að það gæti Jú, og það horfir á, svo getum ekki sýnt í podcastinu, en við horfum á, dreifingunni hjá konum, þá koma rosalega langar, þess að mikilóana á fáumatriðum og svo svona frekar mörgatriði sem eru svona, ég er ekkert. Já, þannig að þetta flest út hjá köllum. Já, meðan hjá köllunum, þá er þetta svolítið svona jafna. Það gætir meiri óanægju í varðandi fleiri hópa. Ef við alhæfum þetta þess.
og það kannski líka skýrir hvers vegna konur fara bara upp í 70% en ekki hærra almennt, af því að konur geta jú líka verið kattrimbur. Já. Og undirokaðar kynbundnu valdakerfi. Já, en afneita því og taka þátt í því. Já. Afstaða kynja þessara tveggja til veganista. Já, ég hugsa sé nú bara frekar jöfn. Ok. Kallarnir að segja sko er 17,6% kalla sem mislíkar mjög veganistar. Já. En konur 4,4. Nú, ok, það svolítið mikið munur. Það nefnilega svo gíflega munur sko. En það samt, já. Þannig að kallar eru meira til í að fyrirlíta vegan fólk. Já. Jú, láttu mig þekkja það. Já. Kallmennskan. Var ég búin að tala transfólk eftir þessum tveim kynum? Það man ég ekki. Hvernig á ég að muna það? Nei, ég var ekki búin að því. Heldur þessi munur eftir þessum kynum? Já. Köllum mislíkar meira. Já. Sko, ef ég segi þér að konur segi í 1,4% kvenna segir að þeim mislíki mjög transfólk. Já. Hvað myndir skjóta að vera kallar? Sko, með að við trendi í þessu, þá var það svona 15. Ég held þessi meira. Ég held þessi svona 25. Nei, rálegur. 12. Nó. Já. En það samt aukast rúmlega 4%. Ok. Áhugavert. Og sko, já, ég var að spyrja um á hann tals með þessa kynin sér fleiri en 2. Ok. Stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Kallar eru ekkert að fíla það rosalega mikið. Nei. Það eru sko 27% sem mislíkar mjög stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Ok. Hjá konum er það bara 10. Já. Þetta er rosalega mikill munur. Já, það er verðugt rannsóknarefni. Hvers vegna konur virðast einhvern veginn hafa samkennd? Nei, sko, siðferðilega bara betur þengjandi, sko. Þú veist, það er almennt eins og við kallar séum bara eitthvað svona frumstæð gerpi bara. Já. Það hefur eitthvað misfarist illilega almennt í heiminum. Já, þú veist, af hverju eru eins og bara núna þetta er gert 2025 þetta er gefið út núna í apríl á þessari en miðað við 2025 af hverju er árið 2025 svona mikill munur á bara einhverju sem ég held að við værum svolítið komin yfir bara sem sagt að mislíka mjög samkynhneigða. Er það einhver hópur? Ekki á konum. Nei. Hjá köllum? Já. Nú? Já. Alveg, þú veist, yfir 3%. Já. Á meðan það bara, þú veist, undir 0,5% á konum. Já. Það er tölvöru munur, sko. Já, en það er alltaf þetta trend, sko. Það er svona, hvað alltaf sé, 2 fleiri kallar en konur. Þú veist, sem að... Ég þarna 6-falt, sko. Já. Ég er ekki góður í starffræðin. Það er alltaf miklu fleiri kallar. Það er meira. Akkur er köllum verfi innflytjendur en konum? Akkur er köllum verfi gyðinga en konum? Akkur er köllum verfi transfólk en konum? Akkur er þeim verfið, hvað voru að tala um? Samkynhneigða en konum? Er þeir svona hommarhættir? Þú veist, fyrir mér er þetta augljóst, sko, þetta er bara inngróin kallmennska og hérna sem að grundvallast á ákveðnum viðþorfum og hugmyndapakka og hérna hierarkíu og ég menna það er grafið undan samkennd og hérna tilfinningar sem ég kalla á drengja kerfisbundið og við gerum það síðan sjálfur og ég menna þetta er bara afleiðing af kallmennskunni, þetta er bara, minnst það bara engin spurning, auðvitað er þetta svona, auðvitað eru við. En þetta einhvern veginn svona formið þú veist, eins
eins ánægilegt og mér þótti já, að skoða það, þetta í heild sinni já, þá sér maður samt trendið og trendið er í rauninni það að vandamál samfélagsins hvíti kallinn hvíti hægri sinnaði kallinn já, er sá sem að er tilbúin til þess að hata eða fyrirlíta svona flesta minnihlutahópa. Það er svona trendið í þessu og þetta er bara mín greining á okkur spurningakönnunar listum, skilur við. En svo kemur sami hópurinn. Það er áhugavert, af því að ég hefði haldið að þetta væri hópurinn sem að samkvæmt öllum öðrum nema þeim hefur mestu völdin í heiminum og ræður mestu það hvernig heimurinn er. Já, þannig sjáum við kannski alvarleikan í því sem er talað sem forréttinda firringu. Já. Að og náttúrulega líka bara einhvers konar skortur á samkennd og skilningi svona í viðara samhengi. Ég bara veit það ekki, Kannski er þetta afleiðing af því að strákar geti ekki lesist gags. Já. Nei, ég held ekki. Já. Þetta er ekki alveg kannski það. Já. En ertu búin með þessi yfirferð? Ég er búin með það, þetta var svona loka orðið mín og margt áhugavert þarna og margt svona, sem er tilefni til þess að vera bjartsýnn. Já. Og það kannski er svona það sem stendur helst upp úr hjá mér, fyrir utan það sem að ég kannski alveg bjóst við, það sem við vorum að tala núna, sem er þetta trend, en það er mér langar bara einhvern veginn bæði eftir þetta og þessa von sem okkur er gefin með nýafstöðnum kostningum í Ungverjalandi að mér langar eiginlega bara að fara að segja að ég sé að verða frekar bjartsýnn. Ég ætla bara að minna á það sem ég sagði fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það er eitthvað að breytast. Ég finn það og við erum að sjá það og þannig að bara velkomin Gaman að þessu. Takk fyrir það. Mjög gaman að þessu. Og ég bjóður upp á Trúnó núna. Já. Nú fara 2 kallar á Trúnó. Ég fæ alltaf svona panik rétt ára en ég er að fara að vera með eitthvað að Trúnó. Hvort ég hafi sagt það áður. Bara rétt áður, það kemur ekki áður Nei. Það er bara svona, ég er að fara að segja þetta það er svona, fuck, er ég búin að segja þetta er ekki búin að að því að stundum gerum við það kemur líka alveg að því að við gerum það en að því að stundum gerum við það, við erum að tala saman og ég nefni alls konar hrærigraut af stöffi sem að er í rauninni individual saga já en allavega mér langaði svona að reyna að kryfja eitthvað og því fór að hugsa, Trúnó, þegar maður fyrir Trúnó þá er það eitthvað sem maður er svona að létta af sér en við erum eiginlega Ferð þú í Trúnó? Þegar maður fyrir á Trúnó Ég fer á Trúnó, en ferð þú í Trúnó? Nei, ég fer eiginlega bara almennt ekki á Trúnó Á Trúnó, ok Nei, en aðstæðunar eru yfirleitt eitthvað svona fólk í einhverju partí og þú veist, búin að fá sér búin að sippa í sig eða er eitthvað stærri upp í bústa og fer okkur brella Trúnó er þetta meira svona við erum bara að segja frá lífin okkar einhvern veginn sem er rosa lítið Trúnó, þannig ég var ætlaði að fara á Trúnó með því að bara spyrja þig það snúi sig vera mig okay. En ég ákvað að gera það ekki að því að það væri óþægilegt fyrir þig en það væri samt áhugavert Trúnó Já ég hef pælt í þessu líka ég hef pælt í ætti ég kannski vera með Trúnó sem er eiginlega bara svona bara spurningar bara svona, hvað veist þér og svo segi ég hvað mér finnst bara svona alvöru Trúnó að því þannig er Trúnó gerum það ekkert í mann ég gæti gert það núna þú ert með þetta Trúnó, ekki ég en það gæti orðið viðkvæmt að því að það snýr þá að fleiri mannskjum þá mögulega þurfum við að fara að klippa þáttinn okkar í fyrsta skipti nei, við fyrir aldrei að gera það
Já, herðu, það sem ég ætla að segja þér ég var svona að hugsa tilbaka svona eitthvað sem að ég get sagt þér sjálfan mig eitthvað svona krifi æskuna eða eitthvað og ég fór aftur tilbaka á menntaskóla árin sem ég hef nú aðeins heimsótt áður en ég er ekki viss sem ég hafi endilega að tala um þetta sem sagt ég í grunnskóla þá var ég sannlega svona ég var hluti af vinsæla hópnum og Þú toppaðir í grunnskóla ég heldur reyndar ég hafi toppað í menntaskóla en Þú vannst engin velun í menntaskóla fyrir útlit Það var í grunnskóla Ég var reyndar herra Borgarholtsskóli sko Líka? Já Nú? Já Ok Ég og 10. bekkur og Borgarholtsskóli Já Shit Já Ok, þú toppaðir í framhaldsskóla Já, á mörgum levelum bæði sem fáviti og svona vinsæleikurinn kannski en hvað ætla ég að segja já, ég og Steinþór Andersen? Nei, Steinþór Helgi Steinsson Helgi? Já, við urðum herra Borgarholtsskóli saman, við vorum jafnir Nei! Við sprettum upp á svið til þess að ná velununum þannig að við deilum þessum titli saman Var hann með svona dúllu lampa krullur þá líka? Já, okay. Gerði mikið út af það sko Já, við nefnilega erum saman í einu áhugamáli ég og Steinþór Helgi, við erum í grúppu sem tala saman á hverjum degi Býttu nú við? Já. Hvað er það? Hvað heldur það sé? Það NFL? Já, Nei hann er NFL maður Mikill Já, við ætlum ekki að tala um hann hér Nei. Þetta snýst um mig Þetta snýst um þig Náðu þú velunum með hann? Hann náði þeim held ég Nú Já En ég reyði af honum held ég Já Barðan Nei, Nei, ég gerði það nú ekki Ég held að við fengið 2 Ok Herru, nei, ég held að ég hef tekið byggarinn Þetta var svona óskast þetta Tókst af hann? Já, ég held að ég sé með þetta heima Já, upp á hillu Geimslunni Hulda vildi ekki hafa þetta upp á hillu Nei, ég var nú ekki að reyna það Stendur svona Steinþór Helgi líka á honum? Nei, það stendur nefnilega ekki Það stendur bara eitthvað annað Já, sko, ég var vissulega hluti af vinsælahópnum en í grunnskóla sérstaklega þá var ég svona feiminn og ég roðnaði mjög auðvitað bara einhvern veginn ég átti að lesa upp og ég bara svona þannig að í grunnskóla þá lærði ég með aldrinum og þá fór fólk að tala um að vera roðna já. og þá roðnar ennþá meira já. Það var í menntaskóla sem ég lærði að stjórna þessu okay. og ég vissi ekki að vera hægt með púðri? Nei, með einhverju svona mindseti já bara ótrúlegt kannski er þetta hluti af einhverjum þroska eða eitthvað, ég veit það ekki en að, þú veist, þá hætti ég að roðna svona, að því ég var bara eplarauður sko. Já. Og þetta var ekkert af því að ég skammaðist mig, bara ég roðnaði og svo þegar maður byrja að hugsa ég er að roðna, fokk ég á ekki að roðna þá roðnar maður alltaf meira þannig að mér fannst þetta alveg hrikalega vandræðilegt sko, að roðna sérstaklega manni eftir þessi 8. bekk sko. En alltaf var ég með vesen og þú veist, og var að gera kennarana mína oft brjálaða og eitthvað, þannig að þetta meikar ekkert sens ég var í rauninni bara þversögn gangandi þversögn vildi athygli en alls ekki trúnaðum mitt er semst það þegar ég í rauninni fyrir að læra meira inn á það sem að kannski sum segja að sé að maska ég lærði að kontróla vandræðalega heitunum, þar að segja ég einhvern veginn náði að spóla fram hjá því að ég væri on the spot þannig að ég myndi roðna og það pikkaði ég upp í gegnum stjúpappa minn af því að ég veit ég hef eitthvað staðar nefnt þetta lítilega en semst Valli stjúpappa minn sem að kom inn í líf mitt þegar ég var cirka 12-13 hann er svona veist, og hann Vítu, hvernig var þetta þér? Hann heitir Valgeir Já Vaffið þitt er Valgeir Já. Og það tengist ekki honum er tilviljun Já Alveg rétt, það er fáránlegt Það er rosa fáránlegt okay. Allavega, hann er svona típa hann var framkvæmdastjóri Breiðabliks og hann átti sportbúð Kópavogs og hann var kokkur á sjó og hann er, ég held að hann sé ekki búið með menntaskóla, hann er svona bara kallinn sem að hefur bara gamli skólin Gæjar þetta, hringi bara í Valla Já. Hann er kallinn doldið og þannig er hann bara þegar, ég meina hvað, mamma og hann kynnast, hann er bara undir 40, hann er yngri en ég held ég þegar þau byrja saman held ég ekki þá samt
Hann var ekki yngri en ég, nei, þá Nei. Mamma var ekki að byrja með 11 ára strák sem betur fyrr Já, þannig að hann þarna bara einhvern veginn og hann enn þann dag í dag þá eins og um daginn við fórum saman að sækja sófa sem að var gefins Það var eitthvað sem hann var að redda eða? Nei, ég reddaði því sko Ég bara fekk hann með mér, sækja hann Það reyndar eitthvað svolítið síðan 2-3 ár Allavega Með kerru? Nei, hann var bara á stórum bíl Hann náttúrulega, þú veist Hann gæti redda bíl? Hann var á þeim tíma á þannig bíl Allavega og við förum hann inn og þarna, þú veist, ég búin að samskipta þetta fólk og ég kem hann Já, góðan daginn og Valli kemur hann Hvað að fyrir það? Ekki, þú veist, bara byrja með eitthvað svona rugl bara reytir einhvern veginn svona einhverju gríni og hvað með ekki taka þennan? Það var svona nýr sófi og endurnýja ekki bara taka þennan eitthvað svona típa sko og hann alltaf svona ég pikka í rauninni þessa taktík upp ómeðvitað og fer svolítið að beita henni í framhaldsskóla þá einhvern veginn læri ég að því aðeins verða ég svona ígrunda þetta eftir á að þú veist, ef þú ert á undan að skjóta þú veist, þá hinn farin í vörð þú veist, það þessi svona social skills sem ég bara pikka upp í honum Þetta í rauninni svolítið svipu taktík eða sem sagt það stigsmunur en ekki eðlismunur og bekkjartrúðurinn Já, einmitt Hann passa bara að vera trúðurinn af því að þá lendir hann ekki í hinu sko Svona þessu óþægilega að það sé vera að vinna með hans óöryggi Já, algjörlega og bara hafa nóg mikið læti þú veist, og bara stýra algjörlega narratífunni Akkurat Þú veist, og bara þá aldrei vera í driver seat Já, af því að þá aldrei á þig svona það aldrei þögnin, það aldrei eitthvað svona spotlightið, óvissan af því að þú ert in control og ég bara spilaði upp á þetta markvisst þegar ég var 17 ára og ég fattaði hversu auðvelt þetta Það næsta spurning, heldur að hann hafi verið að því líka? Ég held að þetta sé klálega varnartaktík sko Hjá honum? Já Áhugavert Bara eitthvað sem hann hefur lært Búið sér til eða kopjað frá einhverjum öðrum Mögulega En sko í mínu tilviki þá var þetta alveg hjálplegt þó þetta hafi líka í rauninni leyft mér að skauta framhjá því kannski sem að ég hefði þurft að horfast í augu við sem var Já bara, þú veist, hversuna var ég svona feimin og óöruggur hvaða áhrif hafði það að ég fór síðan að beita einhverjum göslara sem fótboltasjómlin og þú veist, hvíti vinsæligurinn skilurðu það þýtti náttúrulega bara að ég var að setja mig skör hærra heldur en aðrir og þú veist, þó að ég munum nú ekkert endilega eftir því að ég hafi verið að meiða fólk andlega líkamlega en þetta klálega litaði inn í eitthvað svona þessa möskun sko, þessa svona ofvöxna leikna sjálfstraust og þessa kallmennsku sem að ég spilaði bara mjög markvisst sko sem að síðan náttúrulega líka ég ætlaði nú kannski ekki að fara út í það beint sko, en það var meira bara þetta að síðan þegar ég fer í rauninni í sálfræðinu bara á fertugsaldri sem að ég fer að skilja þetta betur hvað ég var að gera á þeim tíma og hvað þetta var performatíft og hvað þetta var í rauninni að mörgu leyti skaðleg kallmennska að taka svona plássi og rýmið Þannig að að þú veist tala um þetta með að róðuna sko, að í rauninni þá býrðu þér til þú fer að stjórna narratífinu til þess að koma þér ekki í aðstæður þar sem þú myndi mögulega að fara að róðna og vera vandræðilegur í ég að skilja það? Já, eða bara þú veist, að því að þetta eitthvað svona þú veist, óvissan þú veist, svona að vera berskjaldaður fyrir einhver segir eitthvað einhver gerir eitthvað þetta kannski pínu eins og þegar ég átti vininn sem var mjög feitur og hann var alltaf að gera grínaði hvað hann var í feitur og svo lungu seinna sagði mér að þetta væri bara varnarmekanismi þannig að fólk geti gera grínaði hvað hann var í feitur af því að það sárt þannig að þetta var kannski meira það að taka einhvern veginn valdið þú veist, og vera aldrei útsettur fyrir neinu sem að gæti verið vandræðilegt, óþægilegt, óvænt og fengi mig til að ráðuna þannig að ég til dæmis ég bara var alltaf eitthvað upp á sviði kynna
ball og alls konar, labbaði inn í bekki, þú veist, í menntaskóla bara 17 ára, 18 ára þú veist, aldrei neitt feimin af því að ég var in control og varstu þá bara, komst bara inn og sparki í dekkin og er ekki allir í já. Og þú veist, og margt svona alveg bara, einu sinni fór ég með hérna, ég og hérna Hrannar sem að núna er sko, held ég hagfræðingur hjá BSB eða eitthvað, ég man rétt, eða samikið eitthvað, hann hérna, við löpuðum saman inn í bekki og hann var með gítar og var með undirspil hérna Dust in the Wind, svona gefið dramatist á gítarinn og ég var að flytja einhverja ræðu einhvern viðburð. Okay. Það er þetta fyndið. Já, mjög fyndið, en þú veist, hversu sturlað fyrir þennan feimna gaur, skilur en þetta kannski svona lýsir hversu langt performið gat farið og hérna og klárlega hjálpaði mér en kannski á svona yfirborðskenndan hátt að því að á bakvið þetta óöryggi var kannski í minn tilviki eitthvað sem þurfti að fixa. Bara lítill feiminn strákur. Já, bara lítill óöryggi strákur sem þráir bara að vera séður og viðurkenndur. Þetta er áhugavert. Já. Hvernig tengir þú þetta? Ekki neitt sko. Nei? Ég veit það ekki, eða sko við erum alltaf, þú veist, við erum á þessu framhaldsskóla árum þá erum við svona eiginlega á eins ólíkum stöðum og hægt að hugsa sér. Já. Þú ert þarna, ég er bara í leðufrakka að hlusta á dauðarokk og vil ekki tala við fólk sko, sem er mjög áhugavert samt líka að rannsaka hvers vegna þú dregur þig inn á meðan ég bara dregur mig út einhvern veginn að ég held þetta sé sko en ég hef náttúrulega sko við erum líka á öfugum enda með þetta performance að sko það var aldrei vandamál fyrir mig að tala fyrir framann fólk bara ef ég þurfti þess bara gerði ég það þér var bara drull alveg, bara gæti ekki mér að hvað heldur að mér sé ekki sama hvað einhverjum fótbolta gauðum finnst mig eitthvað, þú veist bara, þetta er bara skíturinn undir skónum mínum skilur alveg eins og ég fyrir þeim einmitt. Og það er kannski þetta gamla minni sko, þetta jock versus nerd og allt þetta dæmi skilur, við erum á sikkurum endanum í félagslega píramídanum og við viljum báðir hafa það þannig. Einmitt. Það var svolítið svona mitt take á það var svolítið það sko. Veist, ég vil hafa þetta svona sko. En pældi hvað er samt áhugavert að við séum einhvern veginn eigum svona mikinn samhljóm í lífsgildum, skoðunum og podcasti og svo líka sko af því að þetta svona transcendar sko, þú veist sko einn elsti og besti vinur minn hann var hérna hvað heitir þetta, forseti eða eitthvað í Vestló, skilur en það var bara því að þú veist við tengjumst í rauninni ekki gegnum vinahóp heldur bara sko bróði minn og systir hans eru hjón og við erum fættið sama ár þannig að við kynnumst þegar þau draga sér saman þá eru við 5 ára og svo eru við bara alltaf vinir þó svo að við séum bara á algjörlega þú veist, hann var bara hann var aldrei fótboltagæi en hann var svona þessi rosalega vinsali félagsmála gæi sko sem að ég var ekki en samt funkar þetta alltaf hjá okkur sko ég held að ég hef aldrei sko af því að ég náttúrulega líka var svo viðbjóðslegar hrókafullur og dómharður sko ég held að ég hef aldrei meika eitthvað svona lúða. Nei. Ég er bara fokkaði sko. Ég læt þig ekki draga mig niður. Já. Já. Herru, ef við að vinda okkur að hlustendanum. Júp. Jeps. Það er komið að hlustanda dagsins.
hvað ætlar að bjóða okkur Við upp á erum í dag? með miða frá Nei. Það er brottflutti öfgafemmin Já, sem skrifar. Við vitum nú hver það er. Já. Það er kona sem að bjó í blokkinu okkar en flúði, Já. skiljanlega. Já. Áður en þið breyttust í feminista Herðu, vá Þetta Er þetta bara það sem um vorum að tala um Áður en þið breyttust í feminista haldið þið að þið hefðuð bondað og orðið vinir herðu, eða voruð þið of ólíkir og með of ólík áhugamál Nei, Þetta er geðveikt ertu að Herðu, við djóka? erum búið með hlustandi dagsins Óvart Við erum búin að svara þessu Herru, en sko Þetta er þetta fyndið að því að sko manifest Ég manifestaði Sko, ég var með hérna í pókanum Já. Ég var með höndina okkur um miða Já. En það var eitthvað sem sagði mér ekki þennan miða Og ég tók annan Og það er þessi Já, sko, Ég manifestaði hann ég veit ekki hvort þú hafi manifestað hann en sko, svona dæmi það fær mig alltaf til að hugsa getur þetta bara verið tilviljun? Já, það er sko svona dæmi sem fær mig alltaf til að hugsa Já, ok, nú skil ég akkur fólk trúir á stjörnuspeki og allt þetta fucking kjaftaði og einhverja, hérna, þú veist Já, don't get me started Já. en já, að því að sko fólk trúir stundum bara ekki á tilvílanir það vill ekki trúa á tilvílanir nei, af því að stundum eru tilviljanir svo óbóðslega sko, það að eitthvað sé bara tilviljun er svo ósennilegt að hitt meikar meira sens. Já, eins og eitt sem ég var að lesa með, hérna, að nú eru sko 14 oddvitar miðflokksins Já. allt landið, allir kallar Líkunar á því er, ef þú reiknar sko 50-50 í hverjum tilfellum hverjum tilfelli fyrir sig, þá er það einn á móti rúmlega 16.000 Já, semst að þetta sé ekki tilviljun. Já, Semst ekki tilviljun. og já, tilvílun er þessi þú veist, þannig að það er líklegra að ég geti giska á pinnúmerið þitt í Já. fyrstu tilvílun það er líklegra en að þetta Já, Eigi sér stað, þú sko. ert basically að fara rök fyrir mér sko núna. Já. Þú ert basically að segja að tilviljunin hún geti eiginlega ekki átt í stað. Þetta er þessi dæmi Já. tilvílun sem er ekki tilvílun heldur er hún Akkurat. meðvituð Já, þetta er af náttúrulega því að það var fólk sem tók þessu ákvörðun Já, það var þeir ekkert fólk sem tók þá ákvörðun Þeir vilja meina að þessi miði kemur núna Nei, ég veit það, þess vegna er þetta ekki tilviljun. Þess vegna er þetta örlög. Nei, hérna nei. Jævla Já, sko, nei, ég meina við erum búin að ræða þetta. Við erum búin að vera sér Við hefðum aldrei orðið vinir í framhaldsskóla Nei, eða bara, já, grunnskóla eða whatever nei, og ég er ekki einu sem vissum að hefðum orðið vinir fyrir sko 10 ára minnsunni. Við hefðum heldur, ég held að við hefðum heldur ekki Við hefðum aldrei orðið óvinir Okkur hefði bara verið drullu sama hvorum annan Já, mögulega sko. Já, sennilega. Ég held það sko Við hefum bara, þú hefur bara verið þarna og ég hef bara verið þarna og við Já. hefum ekkit. Við erum ekki í sama heimi sko. Nei. Nei. En svo verðum við einhvern veginn svona samtfinnaðir einfalda vegna viðhorfa, má segja. Ég hef ekki segja að við breytumst báðir Já. og einhvern veginn svona, já, liggja þá leiðir okkur saman síðar sko. Já. Einmitt. Þar hefur það brottflutti feministinn, öfgafeministinn. Já. Þetta var rætt árun miðin kom Já. og það er svo sem engu við þetta bæta. Er eitthvað sem að þú vilt segja lokum, Haukur, eitthvað sem að liggur þér á hjarta? Nei, bara, veist NFL draftið bráðum og Í, maður er spenntur sjá hvaða nýliði kemur í liðið hjá manni já. En þú? NFL? Nei. Þú veist, en Hvenær eru kostningar? Er ekki fyrir að koma kostningar? 16. maí eða eitthvað. Okay. Herru, ég er enda með hugmynd tengt þeim. Já, fyrir framboð Nei, Ég veit að við getum komist í miðflokkin framboðslista bara á no time sko. Já, það er enda búið að loka þeim flestum. En við hefðum kannski. Já, bara fyrsta sæti var easy Djöfull væri Þorsteinn Vaff Einarsson hefur gefist upp á að vera feministi og vinstri sinnaður kjánabangsi Já. og er bjóða sig fram sem oddviti á Seltjarnarnesi
þú veist, hversu nei, veistu, heldur að þú gætir púlað karakter í bara konstant, þú veist, 2 ár? Nei, ég held ekki. Og bara komið sem oddviti, að því að sko ég held nefnilega að þér yrði síðan útskúfað úr flokknum þegar þú færi síðan, ég var bara að plata. Já, pottet sko. Þannig að þú myndir ekkert geta gert það sem þú vildir. Sko fyrst held ég að Snorri Másson væri bara að plata. Já, ég var svona að vona það líka. Af því að þetta var svo rosalegu viðsnúningur sko. Já. Og svo eru þarna fleiri sko sem að eiga bara frekar auðveldan aðgang að valda sæti. Já. Bara af því að voru einu sinni eitthvað ógeðslegt vinstra vók lið. Ég var ég var ekkert, ég er með pælingu og ég ætla slökkva og segja þessa pælingu. Já, ok. Þannig að fólk fær ekki að heyra þessa pælingu. Það er fyrir þá sem er á Patreon.